Við ætlum að kíkja núna á dæmi. Þetta spurning 3 í sýniprófinu. Hve hár þarf víxillinn að vera til að lánþeginn fái 400.000 krónur í hendurnar ef víxillinn til 3 mánaða, nafnvextir, forvextir 20%, stimpilgjald 0,75% og þóknunin 0,5% og kostnaður 1.000 krónur. Þetta dæmi í 2 liðum og hann vil semst fá að vita hvað á víxilupphæðin að vera í byrjun eftir að hafa dregið 20% vexti sem af víxlinum sem til 3 mánaða. Stimpilgjald 0,75% af upphæðinni og þóknunin 0,5% af víxlinum og kostnaðurinn 1.000 krónur. Og hann vil fá 400.000 krónur út úr dæminu. Til þess að setja þetta upp, þá setja ég víxillinn mínus vextirnir, mínus stimpilgjaldið, mínus þóknunin, mínus kostnaðurinn saman sem upphæðin sem hann vil fá út úr þessu. Setjum víxillinn sem x. Þá það víxillinn sinnum vextirnir sem 20% í 3 mánuði á 12. Stimpilgjaldið 0,75% eða 0,75 af 100 sinnum þessi víxill og þóknunin 0,5% eða 0,500 af þessum víxli og kostnaðurinn 1.000 krónur. Það sem ég horfi á að hér 1200 undir, hér 100, hér 100, hér ekkert, hér ekkert heldur. Það sem ég geri ég laga jöfnuna aðeins til. Ég margfalda hérna 3 sinnum 20 fæ þá 60. Ég margfalda 100 sinnum 12 líka og fæ þá náttúrulega 1200. Ég laga þetta aðeins til, svona bara snirti þetta þannig að þetta sé svona eins og algebra. X-ið táknar munið í víxilupphæðin. Og það sem ég ætla að gera núna að losna við 1200, 100 og 100. Það þýðir að ég ætla að margfalda gegnum alla jöfnuna með samnefnaranum sem 1200. Þannig að ég margfalda hérna með 1200. Margfalda hérna líka með 1200. Hérna með 1200. Ég margfalda gegnum alla liðina með 1200. Það sem gerist að hér ekkert sem dettur út, þannig að hér kemur bara 1200x. En 1200 dettur hérna út á móti þessu 1200, þá stendur eftir 60x. 1200 dettur út á móti 100, þannig að 12 sinnum 0,75 9. 1200 dettur líka út á móti 100, en 12 stendur eftir og 12 sinnum 0,5 6. Og 1200 sinnum 1000 1200.000 og 1200 sinnum 400.000 jafnt á 480 milljónir hérna. Eins og sést hérna með fullt á núllum. Hérna x, hér x, 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 hér ekkert x, hér ekkert x heldur. Ég verður laus við allt sem undir strik, þannig að nú ætlum ég bara einangra x-ið, þannig að 1200 þarf að fara yfir, breytist þá mínus og verður plús. En ég tek hérna x-in saman og samtals þau 1125. Klárum að reikna hérna hægra megin. 480 milljónir sinnum 1.200.000. Það þýðir að jafnan 1125x jafnt og 481.200.000. Deilum þá núna með 1125 báðum megin. Þá dettur út hérna vinstra megin og eftir stendur 1x eins og ég vil alltaf enda jöfnu með og en 481.200.000 deilt með 1125 gefur 427.733 krónur og 33 aura. Þetta það sem víxillinn þarf að vera í byrjun. Í B-lið þessara spurningar spurt hver ávöxtunin og raunvextir þessa víxils ef verðbólgan 12% á ársgrundvelli. Kíkjum á þetta dæmi. Það sem ég reyna að gera að koma mér upp í jöfnuna hérna 1, ávöxtunin deilt með 1, verðbólgan mínus 1 og margfalda það síðan með 100, það sem breyta í prósentu. 1, ávöxtunin 1,20. Verðbólgan 12%, þannig að ég deili með 1,12.
Klárum deilinguna, 1,20 deilt með 1,12 er 1,0714 og það er reyndar fleiri aukastafir hérna sem best er að nota í útreikningnum, við erum ekkert að skera þá niður í miðjum útreikning, alltaf kannski að skera þá niður í svari en ekki í útreikningnum. Framkvæmum núna hennar mínus hérna, 1,0714 mínus 1, þá fæ ég út 0,0714 og ef ég margfaldaði með 100 þá fæ ég út prósentuna 7,14 sem táknar raun og veru raunávöxtunina eða ávöxtunina á víxlinum miðað við verðbólgu. Það var komið, takk.